take the field now. Unify us, make us feel proud. Í innanfótarsendingum mikilvægt að kreppa ökklann og halda honum stífum allan tímann. Stóðfóturinn stendur hliðina á boltanum eða aðeins fyrir aftan hann og bendir þangað sem á að senda. Fyrsta þrep í þessari æfingu að standa hliðina á boltanum, stilla sér upp og taka ekkert tilhlaup. Sparka svo í boltan og passa að fylgja á eftir með fætinum. Muna að hafa ökklann krepptan og stóðfótinn á réttum stað. Annað þrep að standa nokkrum skrefum frá boltanum, taka skrefin áður maður sendir og sveifla fætinum til að ná kraft í sendinguna. Ekki hika eftir að farið af stað. Þriðja þrep að æfa hinar ýmsu útgáfur af innanfótarsendingum. Gera meðfram jörðinni, á lofti, á ferð, með báðum fótum, með móttöku og í fyrstu snertingu. Þegar við tökum á móti boltanum eins og þegar við sendum hann innanfótar, vera mjúk og gefa aðeins eftir þegar boltinn snerti fótinn og passa að hafa ökklann krepptan allan tímann. Þrep 1. Fá létta sendingu og taka á móti henni. Passa að hafa ökklann krepptan en vera samt mjúkur í fætinum. Þrep 2. Fá sendingu inn í kassa og passa að boltinn fari ekki úr kassanum þegar maður tekur á móti honum og ekki missa boltann frá sér. Þrep 3. Taka móttöku í aðra átt. Fá sendingu og taka móti honum til hliðar. Það hægt að gera fram hjá keilu eða inn í kassa og æfa sig að vera með rétta vigt í snertingunni og missa boltann ekki of langt frá sér. Þrep 4. Æfa sig í hinum ýmsu móttökum. Taka á móti föstum sendingum, taka á móti til hliðar, einnig hægt að taka á móti boltanum utanfótar til hliðana. Þrep 1. Taka boltann upp og láta hann detta á ristina til að fá tilfinningu fyrir því hvernig að sparka í boltann með spenntri rist. Þrep 2. Boltinn settur niður og við stöndum 2 skrefum frá boltanum. Stígum með stóðfætinum á boltanum svo hann bendir þangað sem við ætlum að senda og svo spenna ristina í sendingunni. Mikilvægt hér að klára hreyfinguna og halda spennu í ristinni. Þrep 3. Taka smá tilhlaup og planta stóðfæti rétt fyrir aftan boltann. Passa að halla sér yfir boltann til hann fari ekki hátt upp í loftið. Gott að reyna að hitta á ákveðinn stað og gera aðeins fastar þegar náðu tökum á tækninni. Gott að taka örlítið skáhlaup með því að stíga einu skrefi til hliðar. Þrep 1. Taka boltann upp og halda á honum. Setja hann þéttingsfast upp að enninu nokkur sinnum til að finna hvar á að skalla hann og fá tilfinningu fyrir snertingunni, hafa augun opin og skalla létt á móti. Þrep 2. Skalla boltann úr höndunum. Sama hreyfingu áðan nema nú á að mæta boltanum og skalla honum úr höndunum. Fá tilfinninguna fyrir hreyfingunni og kraftinum sem þarf til að skalla. Þrep 3. Láta félaga kasta til okkar bolta og skalla boltann áfram. Passa að hafa augun opin og koma á móti boltanum til að ná krafti í skallan. Þrep 4. Að skalla í allar áttir, með til dæmis hoppa á skalla, halda á lofti með skalla og fleira. Hafa boltann kyrran fyrir framan sig, stíga hratt skref í aðra áttina en taka svo boltann með sér í hina áttina utanfótar. Ýkja hreyfinguna til þess að gapa mótstæðinginn. Gera hreyfinguna hraðar eftir því sem við náum betri tökum á henni. Að lokum hægt að gera hana á ferð og æfa sig að fara í báðar áttir. Hafa boltann kyrran fyrir framan sig,
stíga með fæti utan boltann og taka boltann svo utanfótar með vinstri. Svipað á stefnubreytingsæfingin hér á undan nema nú förum við fótinn utan boltann til þess að gabba. Aftur mikilvægt að ýkja hreyfinguna til þess að hann virki. Gera hraðar eftir því sem við náum tækninni betur og prófa svo að gera á ferð á móti keilu eða félaga. Hafa boltann kyrran fyrir framan sig, stíga með hægri fæti yfir boltann, öfugt við áðan og tökum svo boltann með okkur til hægri utanfótar með hægri löppinni. Muna að ýkja hreyfinguna og þegar grunntækni er náð að gera á ferð á móti keilu eða félaga. Planta stóðfæti, stíga með takkana á hinum fætinum ofan á boltann og rúlla honum með sér í hina áttina. Planta stóðfæti, gera hinn fótinn útskifan og draga boltann með sér í hina áttina. Planta stóðfæti rétt fyrir framan boltann, gera hinn fótinn innskefan og draga boltann undir sig milli fóta og snúa í hina áttina. Mikilvægt er að standa ekki flatur eins og við sjáum hér. Frekar að beygja sig í hnjánum, vera á tánum og beina andstæðingnum í aðra áttina. Hérna er svo góð æfing til að æfa varnarstöðu. Mikilvægt er að aldrei snúa baki andstæðinginn og sjá hann öllum stundum. Stopp okkur aldrei, við erum farin af stað. Ég skal vera nú 100 hæstar, láta okkur hverfa. Segðu mér hvernig þú elskar. Ég skal vera nú. Lay. Sir. Yeah. Kane is in the building.